Herðu, en og aftur, það fór sem fór, en svona þín hlið á málunum, hvað finnst þér svona helst hafa verið svona aðalmunurinn núna í kvöld? Sko, lengi framan af var munurinn sá að þær hittu gríðarlega vel sínum skotum, við hittum mjög illa, en svo gerist það í fjórða leikluta að við hreinlega hættum og gefumst bara allt og snemma upp og það náttúrulega bara alveg fáránlegt. Já, ég fannst svona baráttan ef eitthvað var, þá fannst mér nú bara, fannst þess að þau væri ekki mætt fyrst sko, var alltaf að búast við að þær kæmu síðan á fullu, en það gerist aldrei. Nei, ekki alveg 100%, við vorum svolítið seinir í gang, en svo fannst mér svona ná aðeins upp baráttu en vantaði að fá kannski nokkuð skot onni. Við byrjuðum náttúrulega að gefa þeim galopin skot hvað eftir annað sem Keflvíkingar setja alltaf svolítið skot í, þannig að... Já, sérstaklega heimavelli, en það er náttúrulega eins og við vorum að tala við rétt fyrir leik að þetta er langt tímabil og það er nóg eftir. Það er engin örvænting í gangi, þetta er bara eins og við segjum, það þarf að toppa á réttum tíma og ég treysti ykkur alveg fyllilega í það, er ekki sammála um því? Jú, tímabili er rétt að verða rúmlega hálfnað, þannig að það er nóg eftir og við höfum fullt til að laga og nýtum tíman í það.